Æja, góða kvöldið. Þá það leikur Víkings og FH í Grill 66 deild kvenna. Þessi lið mættust í bikarnum á dögunum og þá hafði FH sigur úr bítum en það verður gaman að sjá hvernig þetta fer í dag og FH náttúrulega nýlega voru í efstu deild í fyrra en fjallu niður. Við erum með mjög öflugt lið. Það verður við rammarreipadraga hjá Víkingstelpum. Það hafa ekki alveg byrjað tímabil nægilega vel, ekki alveg komnar í takt og sitt besta form. Það fer vonandi að koma því. Dómarar leiksins þeir Bóas Börkur Bóasson og Hörður Aðarsteinsson. Margreyndir dómarar og eins og aðrir dómarar á Íslandi eru með næg verkefni og eru að dæma ansi mikið í efstu deild karla og kvenna og næstefstu deild. Þannig að já, FH liðið með 3 þjálfara teymi, hvorki meira nei minna. Jörgen Freyr Ólafsson, Magnús Sigmundsson, markmaðurinn gamalreyndi og Guðmundur Petersen, gamli hornamaðurinn. Þannig að þeir eru með að vaska þjálfarasveit. Já. Hlutin ekki lengi að gerast hérna. Emilía með góða línusettingu inn á Ardísi. Fara hérna í Kæró vinstri. Já. Emilía fyrir að fullu gasi og var kannski aðeins og lengi að losa hann. Vel spilaði F-fæðingum, Emma Hafin Sardardóttir, Akureyringurinn, en Emilía Dögg sveitungi hennar ver í markinu. Já. Aþena var hérna búin að leysa inn á línu. Náði að snúa en náði ekki að koma sér í nægilega gott færi. Já, þetta var góð vörn hjá Ester. Hendi komin upp hjá dómari leiksins. Ágætis klipping og Emilía skorar. Nafna hennar í markinu áttu nú að verja þennan bolta, satt best að segja. Ester Inga gefur hérna skipun á miðunni kerfi. Bara gamli góði 1 vinstri.
boltan yfir. Aftur í 1 vinstri, Kara fer alveg yfir og það er Helga 2-0. Emilía með sitt annað mark. Byrjunin er ekki nægilega góð en það verður að vera meira kraftur í þessu og meiri trú. Fá boltan yfir. Flott. Teygja á vörninni, losa. Góð vörn. Ester gerði rétt og losaði boltan. Ég vilja sjá Örnu spila boltanum yfir. Fá einhvers konar yfirtölu á opnun. Aftur 1 vinstri. Þetta er ákvæðlega ráðleysislegt hérna og ekki mikil tiltrú í öllum aðgerðum Víkinga því miður. Ég verð alltaf bara að tala reynt út. Og Emma skýtur hérna í stöng. Jæja, nú þurfum við að fá bara gott mark. Spila breytt, fá margar sendingar, opna vörnina, nýta hornin. Nákvæmlega. Elín Helga Lárusdóttir óheppin þetta, fær gott færi en hún Hrafnhildur í markinu sá við henni. Þetta er alltaf hættan við að spila framliggjandi vörn eða vera meitt fyrir framann, þá er meira pláss undir. Stelpurnar fóru hérna bara í einfalda horna yfirlýsingu og Ólöf fór í góða árás. Virkilega vel varið hjá Emilíu Dögg. Fær hérna knöttinn í andlitið, aldrei gott. Aftur faraði bara í 1 vinstri. Fín vörn, pressuðar vel og FH gáði hérna út af. Áfram boltan yfir, losaði boltan. Vel gert Ester Inga. Hún er með virkilega góða fintur í báðar áttir. Afar kvik á fótunum. Gerði þetta vel. Horni laust, vel gert, Arna Þyrí. Kara Rún, óheppin, skýtur hérna rétt framjá. Arna Þyrí, ákvæðlega snögg að sjá.
fínan valmöguleika þarna í horninu. Hún var dauðafrí. Já, Fanny Þóra Þórsdóttir, lögreglukonan, skorar hérna gott mark. Og það er spurning hvort það Víkingstelpur detti ekki hreinlega bara í 6-0. Það virðist vera algengasta varnarfyrirkomulagi í kvennaboltanum. Það er oft, eins og ég sagði hann, ansi fljótt að opnast þarna undir í þessari framalegri vörn. Glæsilega gert, Kara Rún Árnadóttir sjött. Skorar þetta glæsilegt mark í horninu, en brákst ekki bógalisti núna. Aftur Arna Þyri að finna hana. Já, fín vörn. Það er betra að sjá til Víkingsliðsins núna. Byrjunum var erfið en það eru virðast vera komnar í gang. Já, vel spilað áfram. Já, virkilega vel gert hjá Elínu Helgu Lárusdóttur sem kom til liðsins frá Val í sumar. Spilaði þar með Valu, ungmennaliði Vals. Þannig að FH-stelpur eru ekkert að flækja þetta, það er bara eitt vinstri, innlýsing frá horni. Það er að fá mikið af færum og opnunum. Eins og ég sagði hann, það er spurning hvort það fari ekki bara niður í 6-0 á einhverju tímapunkti í leiknum. Eða þurfa einhvern veginn að fara leysa þetta einfalda kerfið þeirra betur. Já, fín klipping. Hornið, vel spilað. Glæsilega gert, stelpur. Helga Lúðvíka létt boltan detta á hárréttum tíma, hárréttu augnabliki niður í horn og Elín Helga klárar vel. Og þá er það Emilía Dögg Sigmarsdóttir sem ver hérna frábærlega. Vítakast, engin spurning. Báðir þristarnir í liði FH vörðust þarna innantegs. Og Arna Þyri skorar. Fimm fjögur. Já, spurning hvort að FH-liðið fari í Uno venstre. Nei, það fari hérna í Kæra á vinstri. Já, Emilía næst í sloppin í gegn. Vel spilað hjá FH-stelpum. Virkilega góð stimplun. Fengu í sig varnamann og slepptu boltanum á
hárréttu augnabliki og Athena Arna klára þetta vel. Já. Þessi tæknifélagar eru dýrir. FH-stelpurnar fljótar að refsa hérna fyrir tapaðan bolta. Þá kemur Auður Ómarsdóttir inn á. Stelpa fædd 88 frá Akureyri, var í Gróttu. Er að byrja aftur eftir margra ára pásu, var mjög efnileg yngri flokkum. Og reynir hérna að fara í pólsku fintuna. Nú hún bara kom inn og steimpla sig að krafti inn í þetta. Boltan yfir. Já. Hendi komin upp. Hún þarf bara Arna að fara að skjóta fljótlega. Já, Hörður Aðalsteins dæmir hérna leikleysu. Já. Virkilega vel gert hjá Sigrúnu Jóhanns. Snögg finta tilbaka. Það reytist ekki á að tala um það. Við þurfum hreinlega að detta niður í 6-0 á einhverjum tímapunkti í leiknum. Sjáum hvenær og hvort það gerist. Já, boltan strax yfir, láta boltan vinna hratt, stelpur. Flott. Fótur. Nei, já. Þetta var klaufalegt, þetta var ekki ásetningur hjá Auði. 6-5. Nú þurfa Víkingstelpur að þétta miðjupakkan, hleypa hornunum inn. Já, þetta er mjög dýrt á FH-stelpum, einum fleiri og tapa boltanum svona klaufalega. Alana Elín Steinarsdóttir Falk kemur út af, spilum 5-6, Auður Brynja, hörku skitta, vonandi stimplar hún sér vel inn hérna í kvöld. Já, þetta er bara fínt, við erum að éta aðeins tíman og fá fríköst. 55 sekúndur ef við fáum, verðum með fullskipa lið. Glæsilegt. Bóas dæmir þetta víti. Vel sótt hjá Auði Brynju. Mjög flott innkoma. Auður Brynja ein af mörgum leikmönnum á vellinum sem er frá Akureyri. Hann er til margt listalagt. Heldur hún sé líka utanvegar hlaupari og hótelstjóri meðal annars. Þannig að
Já, þetta er ekki flókið hjá FH-stelpum. Víkingstelpur þurfa að hafa áfram trú á verkefninu. Spila agað og skynsamlega. Passa boltan vel. Já, áfram. Góð vörnandi á Emilíu. Hún er hörð í hornataka. Og já, Arna Þyri og Kara Rún reyna hérna samspil. Þetta er einfaldlega bara lína. Virkilega góð dangjörsla hjá Bóasi. Já. Já, vel gert hjá Siffa. Ég er algjörlega sammála þessu. Fá Auði Brynju þetta vinstra megin. Prófa aðeins Ester hægra megin og fá Örn á miðju. Já. Og svo bara upp með að sjálfsögðu Auður Brynja. Þetta er hennar leikur. 3 skref upp í loftið og negla á markið. Virkilega vel gert hjá henni. Algjör lykilmaður í þessu liði í vörn og sókn. Og góðum degi bara virkilega góð í þessari deild þegar hún hittir á daginn sinn. Já, Ester inn á boltan, koma með henni. Já, flott, Kara fara bara alla leið. Nei, ok. Já, búið, fá fríkast. Já. Áfram, sama kerfi. Já. Vel gert, 3 á 2. Og Kara Rún óheppin hérna. Virkilega óheppin, skýtur í stöngina. Þá er Hildur Guðjónsdóttir komin þetta í hægri skyttuna hjá FH. Næ, Hörður. Ég ætla nú ekki að vera að tjá mig eitthvað mikið dómgæslu, vera eitthvað að gagnrýna. Þetta er nú ekki 2 mynda brotið svona mínum mati. Það var fyrir afar litlar sakir. Já, ok. Kara, nú skoraru. Glæsilega gert. Það er bara gamli góði samin. Skeitin inn. Frábærlega slúttað hjá kennslukonunni í Kópavoginum. Kara frá Akureyri. Það var hreinskilin og hrein og bein. Skemmtileg týpa.
Staðan 8-8 hérna í leikliðinu. En þá svolítið í að Víkingur verði með fullskipaliði. Það verður gaman að sjá hvað Guðmundur Petersen og þjálfarteymið FH leggur upp með hérna núna. Já, virkilega vel sett upp kerfi á FH. Emma Hafin Sardardóttir fekk þetta fínt færi en brást bógalistinn. Jæja, stelpur nú fá nokkuð fríköst. Fá leikmanninn, nei, hún var bara á þriðja skrefi, Hörður minn. Nei, hann nýbúinn að tæma skref hérna. Ég veit að Hallur Magnússon formaður deildarinnar ekki sáttur með þennan dóm, skiljanlega. Ekki mikið samræmið þarna. Menn verða að dæma eins báðum megin. En dómarar eru náttúrulega bara að gera mistök eins og leikmenn og þjálfarar. Það er bara partur af þessu. Já, fullskipaliði núna. 11 kallar Sigfús Páll, annar þjálfara liðsins. Já. Auður taktu 3 skref, farðu 8 punkta. Nei, ok. Og skjóttu. Glæsilegt. Arna Þyri klippir hérna Auði Brynju. Og gaman að sjá Víkingstelpurnar farnar að brosa hérna og léttar í lund. Það er nauðsynlegt í þessu. Já, fín vörn. Emilía með þversendingunni í horn. Og Emilía Dögg ver frá nöfnu sinni. Já, 2 mínútna brottvísun fyrir hrindingu. Kannski má segja það að Hörður sé að aðeins að, já, hann vissi upp á sér sökina að hafa dæmt vitlaust þarna á okkur áðan og er svona aðeins að, nei, ég segi svona, það er oft sem dómar að gera það. Frábærlega spila í yfirtölunni og Elín Helga
klárar þetta vel. 10-9. Það trú og gleði og kraftur í stelpunum núna. Meira svona. Nei. Stelpur hérna. Já. Ótrúlega dýrt að fá svona vítakast dóma á sig. Einum fleiri. Og Hildur Guðjónsdóttir skorar hérna af öryggi. 10-10, það er bara stefnir allt í hörkuleikinn í kvöld. Vonandi verður þetta bara jafnt á öllum tölum. Og hornið vel spilað. Og aftur gegnum klofið. Elín Helga. Frábært, ég held að hún sé komið með einhver 4-5 mörk. Hérna voru Víkingstelpur eiginlega bara stálheppnar. Það eru brotalamir í þessari vörn. Aþena Arna klárar vel, nýtir teginn vel og setur hann niðri fjær. Já. Ég kalla eftir mörkum frá Örnu Þyri. Hún var markaðasti leikmaður liðsins. Nei. Hún markaðasti maður liðsins í fyrra og er fyrirlið liðsins. Hún þarf að skjóta meira á markið og já, fá boltan yfir, stelpur, ekki stoppa flæðið, aftur, fara bara aftur í kæra á vinstri, stelpur, fá boltan yfir, já, Siffi tekur leikli, vel til fundi hjá honum, nú þurfum við að fá gott mark og jafna þetta hérna. Jafnum þetta fyrir leikli. Margt mjög gott hjá stelpunum okkar hérna í kvöld. Bara halda áfram. Það er bara, var ekki mikill neisti í liðinu hérna í byrjun leiks en hann er svo sannarlega kominn og fín tiltrú og margir fínir spilkaflar. Leið og Arna fer að koma sér aðeins meira inn í leikinn sóknarlega þá er allt hægt, þá getum við alveg
náði í 2 stig hér í kvöld. Auður Ómas komin inn á miðuna. Já, flott, ekki láta stoppa boltan og yfir, flott, nákvæmlega, kemur, Kara Rún óheppin, skila sér strax heim, standa vörnina ekki mark í bakið, já, boltan strax upp, flott og yfir, já, nei, já þetta var lína. Elín Helga óheppin. Þarna virkilega góð vörn. Ekki mark núna, hendur uppi. Já. 11-12 í hálfleik, margt mjög gott. Nú þarf að byggja ofan af þessu og mæta af samskonar krafti hérna í seinni hálfleik, ekki byrja seinni hálfleik á einhverjum 5-6-0 kafla. Þannig að en við bara komum að vörmu spori, tökum okkur smá pásu.
Þá seinni hálfleikurinn farin hérna að stað hjá okkur. 12-11 fyrir FH. Steinunn Birna komin hérna inn á línuna. Steinunn Birta vildi ég sagt hafa, ekki Steinunn Birna. Fyrst afsökunar þessu. Já. Vel spilað. Og Elín Helga óheppin skýtur þetta framjá. Auður Brynja núna hérna fyrir framann í 5-1 vörninni. Já, þetta eins og ég hef talað þetta við fáum ansi opin færi á mót okkur. Já, vel gert hjá Örnu Þyri. Langur bolti, Elín fara alla leið og klára þetta. Já, góð vörn hjá Fanney Þóru. Eitt vinstri kallar Arna Þyri. Kara kemur væntanlega inn og leysir yfir. Boltan áfram yfir, áfram bara láta, já, vel gert! Já, þetta bara réttu dómur. Hún gleymdi dribblinu hérna á milli, en virkilega góð hreyfing hjá henni. Já. Ólöf lendir hérna í öngstrætti og Fanney Þóra skýtur yfir. Já, þetta bara rétt. Hallur Magnússon, formaður deildarinnar. Ekki sáttu við þennan dóm, en Arna Þyri ræðir hérna þessi siffa. Við verðum að fara að fá okkur mörk frá henni. Hún með góð gólskot. Góða skotfeik fintu. Og já. Já. Glæsilegt skot hjá Auði Brynju. Skrefskot hérna í niðri nær. Virkilega. Það kemur Birna Íris Helgadóttir hérna út af, skipti við Ólöfu, nei, Sigrúnu Jóhanns. Birna Íris búin að vera á máttarstólpi FH-liðsins varnarlega síðustu ár. Ég vissum að Hjörvar Ólafsson
eiginmaður hennar og horfa hann á leik. Toppmaður Hjörvar Ólafsson. Jæja. Fara hérna í. Já. Þetta bara of flókið og of erfitt. FA-stelpurnar voru búin að spila ágætlega hérna fram að þessari sendingunni í horn hjá Emilíu. Nei. Helga Lúðvíka kastar hérna út af. En Emilía ver þetta frábærlega. Já. Siffi tekur Helgu út af, leifir hann aðeins að anda og jafna sig. Auður kemur inn á hægra megin. Auður getur vel prjónað sig í gegn og við þurfum framlag frá henni. Já. Emilía skorar. Vel spila hjá Emmu inn á Fanney en Emilía ver vel. Hún búin að vera virkilega bara fín hérna í kvöld. Verja vel á svona heilt yfir. En ég þreytist ekkert á að segja það að við þurfum að fá mörk frá Örnu Þyri og Auður þarf að vera grimm og sækja á direkt. Vel frábær hreyfing. Spurning hvort Arna hefði náða, hvort hún hefði ekki getað náða að setja niður í horn á Köru. Já, áfram yfir. Auður óuppinn. Og Birna skilja hana eftir, keyra upp. Losa boltan Arna Þyri og hornið. Já, vel gert. Kara var dauðafrí en það kom ekki að sök. Auður hörku skýtta þegar sá gallin á henni. Það var að leikmaður með 21, Ívana Mænske, sem að kláraði þarna frábærlega af línunni. Fór í gamla góða snúningin. Virkilega vel slúttaði á henni. Ester Inga komin aftur inn á. Og ef að Steinun hefði verið aðeins með meira vald á knettinum hérna þá hefði hún fengið vítakast þar sem að þær voru báðar inn í teig.
Auður bara alveg mátt negla á markið úr skrefskoti. Nú þarf dómari leiksins að stoppa leikinn. Auður rakst hérna aðeins í markmanninn. Hann að Hrafnhildi Önnu. Algjört óvilja verk. En hún fekk eitthvað sling og fer hérna bara á að velli væntanlega. Nei. Fótur. Já, Ester reynir hérna að finna Steinunni inn á línu. Við þurfum að nýta svona styrk sem í Steinunni hérna inn á línu. Fá hana til þess að koma með góðar blokkeringar og finna hana. Glæsilegt. 3 á 2 leikmenn og Steinunn klárar. Setur hann í gegnum klofið á markmannum. Virkilega vel gert. Og Emilía heldur uppteknum hætti. Já, bara róa aðeins stelpur. Ok. Já, bara róa að stilla upp. Fá langa og góða sókn. Enda þetta með marki. Nei, frábær vörn hjá Birnu hérna. Manni finnst eins og F-fáli í rosalega mikið inni. Það séu bara á 60-70% getu og Víkislið þarf að nýta sér það þegar F-fálið á svoleiðis stigi. Já, vel gert. Frábær flétta hérna hjá F-fáliðinu og Hildur klárar með góðu marki. 14-16. Já. Þetta erfitt að nóða honum inn á línu. En þessi sending frá Hrafnhildi Önnu algjörlega frábær. Og Silla og Siffi bregðast rétt við og fara í leikhlé. Spurning hvort að Arna Þyri fari ekki að koma fljótlega inn á. Við þurfum að fá einhverja skot og hornin voru mjög öflug í fyrri hálfleik. Auður búin að setja aðeins nokkuð mörk en við þurfum einhverja ógnun annars staðar frá.
Þetta er erfitt fyrir stelpur eins og Ester og Helgu. Þær eru meira í gegnubrótum. Þær eru báðar ungar og efnilegar en þetta er svo erfitt þegar F-liðið er alveg aftur á línu í 6-0 liða saman liðar. Okkur vantar skotóknun hérna ef við eigum að einhvern sjens síðasta korterið. Þá er Sigurlaug Jónsdóttir komin í vinstra hornið. Helga Lúðvíka hérna hægra megin, Auður vinstra megin. Boltan yfir. Á, vel gert. Virkilega vel gert eins og ég sagði á hann, þá þarf Víkislið að nýta sér þennan styrk sem Steinunn Birta hefur hérna inn á línunni. Já, þetta er bara rétt, vítakast og ekkert annað. Ef við ekki segja bara Emilía verji þetta skot. Já, áfram, láta bolta vinna. Já, losaðu, Ester. Já, vel gert. Hún er svo kvik með svo góðar fintur. Fer hérna milli 2 og 3. 2 mynda brottvísun. Er þetta ekki vítakast, Hörður? Já, dómarinn er ekki alveg á sama máli. Mér sýndist þess að Bóas ætlaði að dæma víti. Við höfum alveg getað þegið það með brottvísunni. Skjóttu bara, skjóttu! Já, glæsilega gert hjá Elínu Helgu. Hún er bara búin að eiga afbraks fína leik inn í kvöld með fína vippu. Jæja, nú erum við einu fleiri, megum ekki fá okkur mark. Já, alla leið. Ester óuppinn var hérna inn á auðum sjó en Hrafnhildur Nanna varði mjög vel. Já, vel gert hjá Helgu. Keyrir hérna í eyðuna og nú þarf Arna Þyrí að skora. Sláinn inn. 17-18. FH er að vera með fullskipa lið núna eftir nokkra sekúndur. Stefnir allt í bara æsispennandi lokamínútur. Rúma 12 mínútur eftir leiknum. Já, taka þetta á réttum stað. Nei, já, þetta er rétt.
Boltan yfir. Áfram. Nei. Helga þarf bara að gefa á næsta leikmann. Gefa á miðina og teygja á vörninni. Að reyna að búa til opnun. Já, Siffi ráðleggir henni hérna vel. Siffi var sjálfur afar lunginn leikstjórnandi á árum áður. Já, aftur hérna Kairó vinstri og boltan Helga á næsta leikmann. Flott spila. Glæsilegt Auður Brynja Sölvadóttir jafna leikinn hérna og Jörgen Freyr Ólafsson Nabi fer hérna í timeout. Mikil jákvæðni og stemming í Víkisliðinu, gaman að sjá það. Rúma 10 mínútur eftir, þær geta vel klára þetta hérna í kvöld. Það væri ákaflega gaman fyrir þær. Þetta verður mjög forvitnilegar lokamínútur og æsispennandi og vonandi tekst Víkistelpum að bera sigur á bítum. Ester farið alla leið. Glæsilega gert hjá henni. Hún kláraði þetta vel þrátt fyrir að tveir varnarmenn hafi þjarmað vel að henni. Virkilega gott mark af miklu harðfylgi. Jæja. Já, þetta er bara rétt. Hún fer hérna aftan í hana. Þá kemur Anna Vala Axelsdóttir í ramman og freista þess að verja frá Hildi. En Hildur örugg klárar þetta vel. Já, þetta er góð dómgæsla, samræmi báðum megin. Nýbúið að dæma 2 metra brottið svona Víkislið og þetta er það sem allir vilja sjá að þessi dæmt eins báðum megin. Arna Þyri kemur inn á hérna í yfirtölunni og Helga óheppin fór hérna í virkilega góða tvöfalda fintu, tvöfalda gafbreyingu en skýtur í stöng. Þvílík markværsla hjá Emilíu Dögg Sigmarsdóttur
5 á móti 5, mikið pláss. Arna horfði nú á markið. Farði í árás á Birnu. Sigurlaug virkilega óheppinn. Og nú fær Víkingur leikmanninn, Steinun. Kemur inn á línu. Gólfsendingin á hana væri... Það var ekki slæmt. Og Arna Þyri klárar hérna. Virkilega vel gert hjá henni. 20-19, 7 mínútur eftir. Og held að sé ansi langt síðan að Víkingslið var yfir í þessum leik. Nei, Jú, frábær bolt, Sigurlaug óheppinn. Misti hérna boltan. Sendingin hjá Emilíu algjörlega frábær. Ég var á því að það ættu frekar að róa, en þetta er svona virkilega gott undirenda skot hérna hjá Fanney Þóru. Emilía óheppin var í boltanum. Nú þarf skynsemi og klókindi. Auður Brynja með virkilega gott mark. Engi varnarmaður fer út á mótinu, þá sjálfsögðu skýtur bara yfir þær. Já. Þetta er bara réttu dómur, bakgrinding, 2 mynda brottvísun á Steinunni. Þetta er afar dýrt. Nú þarf að fá langa sókn. Já, FH-liðið klókar, taka Auði út. Enda einum fleiri. Fá fríköst. Helga Lúðvíka með mikið siglumark. Frábælega gert hjá henni. Skýtur hérna undir klófið á Hrafnhildi. Þetta var ótrúlega dýrmætt. Einum færri skora svona siglumark. Og Emilía mislaðar hendur hérna, kastar knettinum út af. Það 35 sekundur í að við fáum verðum með fullskipan lið. Áfram bara rólegan, liggur ekkert á. Fríköst, sækja á. Gott hjá Ester. Bara að gera allt í lagi að nóðast aðeins á Sigurlaug.
óheppin. Hrafnhildur verið vel frá henni. Hörður hérna telur að boltinn hafi verið kominn út af. Eða ég reynilega sá ekki alveg hvað hann dæmdi, satt best að segja. Jafnt í liðum. Áfram, boltan yfir. Æja, nú er spurning hvort að Arna Þyri mætti ekki koma inn á hérna í lokin. Og Auður skjóttu. Að sjálfsögðu. Þegar að varnarmennir eru pöntuflatir og stíga ekki út í hana, þá á hann bara að gera þetta. Hún er með hörkuskot. 2 mínútur og 20 sekúndur eftir. FH-liðið, það er ekki góð líkamstjáninga á FH-liðinu hérna í leikliðinu. Það er virðast úrkula vonar, en það er nú ennþá nóg eftir að þessu. Þetta væri svo sterkt fyrir Víkingsstelpurnar að taka sigurinn í kvöld upp á stemminguna og móralinn og framhaldið og þar fram eftir götunum. Já, Auður kemur hérna inn á í bakvörðinn varnarlega. Já, þetta er bara rétt. Ardís fiskar hérna víti. Réttu dómur. Emilía, nú komið tíma á að verja 1 víti. Glæsilega gert hjá Emilíu Dögg Sigmarsdóttir. Pappinar Gimmi potti þetta heima á, horfa á þetta heim í stofu á Akureyri. Stoltur á stelpunni. Jæja, stelpun, og bara ekkert að fara strax í árásinn. Passa boltan. Passa boltan. Það liggur ekkert á þér. 1,5 mínútu eftir. Já, ekki veit ég hvað Emilía var að spá hérna. Vera rólegar, stelpur. Senda á milli. Fá fríköst. Já. Ester Inga Ögmundsdóttir skorar hérna frábært mark og langur bolti upp Emilía. Hún hefði alveg getað tekið þetta. 24-21, þetta er að fjara út hérna 30 sekúndur eftir. Ótrúlega sterkur sigur hjá Víkingsstelpum. Það eru ekki margir sem bjöggust við þessu. En þetta gefur liðinu mjög mikið. Já. Þessi tæknifeil skiptir ekki máli. 15 sekúndur eftir. Já. Bekkurinn á Víking tekur vel undir hérna. Stelpurnar væntanlega munu ærast úr fögnuði hérna. Gaman að sjá. Þetta er ósvikin gleði. Og
Leiknum líkur hérna 24-21. Það verður gaman hjá stelpunum inn í klefa á eftir og kemur mér ekki óvart ef að þær myndu bara hreinlega henda í liðspartí og fagna þessu. Frábær sigur hjá þeim. Þær geta svo sannarlega byggt af þessu inn í veturinn, inn í tímabilið og þetta gefur þeim byr undir báða vængi að halda áfram að safna fleiri stigum. En við þökkum fyrir í kvöld og bara minnum á næsta leik sem verður í þráðbeinni hjá okkur. Sjálfsögðu, en takk fyrir í kvöld.